Góðan daginn og velkomin á Málstofu. Í dag bjóðum við velkomin Steingrím sem haffræðingur og vinnur sem prófessor við Háskólann á Akureyri, en við erum svo heppin að hann kemur á ýmsum verkefnum hjá Hafrannsóknastofnun líka og hann ætlar að segja okkur frá mjög áhugaverðu málefni og kynnir það eflaust sjálfur. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Kveikir þessu á. Svona. Takk fyrir að koma. Og ég ætla semst að tala hérna aðalega áhrif brúarinnar yfir Kolgrafafjörð á svona í ljósi síldardauðans sem varð hérna veturinn 2012-13 og hérna eru meðhöfundar mínir listaðir. En það munar nú eflaust allir eftir þessu, þessi mynd nú Fréttablaðinu og sýnir sem sagt dauða síld í Kolgrafafirði. Og þetta var sem sagt gerðist í tveimur atburðum, annars vegar 14. desember 2012 og þá metið að það hefði drepist 30.000 tonn af síld og svo 1. febrúar 2013 og þá voru að ræða 22.000 tonn. Þannig að heildarmagnið var mjög mikið og talið að þetta séu 175 eða hafi verið 175 miljón síldir. Ég var nú lengi átt að með hvort ég ætti að skrifa síldir eða síldar. Þannig ég fór í orðabók á stofnunar Árna Magnússonar og það var hægt að gera bæði. Og þetta var svona 12% af hrygningarstofninum og útflutningsverðmæti þessar afurða hefði orðið 33 milljónir dollara. Þannig að þetta var nú mikið tjón og augljóslega voru margir uppteknir af þessu og eitt af því sem að fólk benti á, það var það að fjörðurinn hafði verið þveraður árið 2004 og það var sem sagt byggð brú hérna þarna yfir og svo vegfylling og það lá jú mjög beint við að benda á þetta sem að hugsanlegan áhrifavald í þessu vegna þess að vatnsskiptin hefðu kannski minnkað og þar af leiðandi endurnýjun súrefnis í firðinum. En þetta nú svona frekar lítill fjörður, Kolgrafafjörðurinn, hann svona 6 kilometra langur og flatarmálið cirka 10 ferkilometrar og meðaldýpið svona í kringum 20 metrar, þannig að þetta eru cirka 0,2 rúmkilometrar. Og bygging brúarinnar, þetta nú bara svona smá staðreyndir brúna og lengd brúarinnar 230 metrar og opið undir henni, það að segja þar sem sjórinn flæðir 150 metrar. Og brúin hún var hönnuð með það fyrir augum að það væri svipað flæði undir brúna eins og var inn í Kolgrafafjörð fyrir þverun. Það semst að heildarvatnsskiptin myndi ekki breytast við byggingu brúarinnar. Nú þetta var byggt á frekar einföldu tvívíðu líkani af sjávarföllum. Það var í rauninni ekki tekið tillit til annars. Og vatnsskiptin í þessu líkani eru þessuna öll af völdum sjávarfalla. Og síðan var sem sagt ráðist í að byggja þessa brú og þessa þverun og þetta var sem sagt tilbúið 2004. En fyrir þverunina þá var ekki safnað eða nánast engum haffræðilegum gögnum fjörðinn sem sagt áður en að brúin var byggð. Og hérna sjáum við sem sagt hvernig brúin eða sem sagt vegfyllinguna, það þetta brúnað hana og þetta sem sagt dýpið undir brúnni, það var sem sagt dýpkað undir brúnni niður í 8 metra, það að vísu aðeins hefur dýpkað síðan, það svona 8 til 12 metra dýpið þannig undir núna og í rauninni var bara opið, hversu sem sagt stórt opið var, það var bara sem sagt reiknað fyrir mismunandi
lengd á brú og fundið út við hvaða breidd fengum við sömu vatnsskipti og fyrir þverunina. Og það reyndist vera sem sagt 150 metra, þannig að brúin varð 150 metrar. Hérna sjáum við sem sagt þessa útreikninga og þetta bara tvívítt líkan, þannig að þetta eru svona dýpis, eða sem sagt meðalstraumur á hverju, á sem sagt yfir vatnsúluna, yfir allt dýpið. Og hérna sjáum við sem sagt fyrir hérna þverunina, sjáum við það engin brú hér og við sjáum það streymir bara hérna inn, það var vissu hryggur hérna með lítið þröskuldstýpi og svo streymir sjórinn bara hérna jafnt yfir allt þversniðið. Og í rauninni má sjá það svipað hér að aðfallið, þá kemur sjórinn hérna inn og hann dreifist bara allan fjörðinn. Og við sjáum þetta líka hérna, þetta sem sagt stærri mynd bara að þetta gerist svona allan fjörðinn að aðfallið það streymir bara inn og svo streymir það inn út á útfallinu. En þá er spurningin, getum við eitthvað sagt það hvort að brúin hafði einhver áhrif á vatnsbúskapinn í firðinum? Af því við höfum engar mælingar á þessu frá því fyrir sem sagt, byggingu brúarinnar. Og þá þurfum við fyrst að vita hvað það sem stjórnar vatnsskiptunum í firðinum og svo aftur hafa vatnsskiptin eitthvað breyst eftir að brúin var byggð og svo er mikilvægt að vita hvernig dreifist sjórinn eftir að hann er komin inn í fjörðinn. Er þetta bara eitthvað sem flæðir inn og svo flæðir bara sama vatnið út aftur og skilur sem sagt restina af firðinum bara eftir með gamlan sjó. Þannig að við þurfum að vita hvernig er hringrásin í firðinum og það er líka áhugavert að vita hvernig er blöndun í firðinum, er hún mikil eða lítil eða hvernig er það. Og svo er náttúrulega spurning, eru þessi vatnsskipti mikilvæg fyrir súrefnisbúskapinn og höfðu þau einhver verulega áhrif á þennan síldardauða. Og það voru gerðar svona nokkrar mælingar þarna eftir fyrri síldardauðan og þann seinni líka. En við vitum voða lítið hvað var fyrir síldardauðan. Að vísu var mælt síldarmagnið í firðinum en sem sagt Hafrannsóknastofnun og hérna Vegagerðin réðust í ákveðið verkefni hérna sem að byrjaði 15. maí 2013 og þetta voru semst mælingar á ýmsum haffræðilegum þáttum aðallega í Kolgrafafirði en líka hérna fyrir utan þar sem að við köllum, eða ég kalla Urthvalafjörð. Það er líka samkvæmt stofnun Árna Magnússonar, þá má kalla þetta Kolgrafafjörð og þetta Urthvalafjörð. Og við mældum sem sagt strauma, hita og seltu og súrefni, sjávarhæð, vind, yfirborðshita og svo voru gerðar nokkra sondumælingar í firðinu líka í þessum leiðangrum þar sem þetta var sett út. Hér eru sem sagt eru sjávarhæðarmælingar og við ætlum að byrja á því að tala þær. Við erum með hérna tvær hér úti, eina hérna rétt hjá brúnni og eina hérna inni á firðinu. Og spurningin getum við nota þetta til þess að segja að vatnsskiptin eru þau sömu fyrir og eftir þverun. Svona gerist þetta, það hækkar bara, þegar sjórinn streymir inn, þá hækkar jafnt í firðinum öllum. Og svo þegar útfalli byrjar, þá lækkar bara aftur. Og í rauninni eru þetta vatnsskiptin, það er allt sem kemur innum brúaropið. Og við getum vitað aðeins það án þess að það hafi verið gerðar mælingar þarna inni í firðinum. Nú fór ég til vitlausa leið. Og við höfum þarna sem sagt langar mælingar af þessum sjávarhæðum og við getum reiknað út sjávarfalla þættina og þar eru þessir tveir þættir mikilvægastir, þetta er M2 og S2
sem annars vegar þessi venjulegi tunglþáttur og svo sólarþátturinn hér. Og hér eru amplitúðan á sveiflunni og hér fasinn. Ég ætla nú ekki að fara nánar út í það, en þið sjáið það að S1, S2 og S3 allir fyrir utanbrúna og S4 fyrir innanbrúna. Við sjáum það að sjávarhæðin mjög svipuð innan og utan brúar fyrir báða þessa komponenta og við getum líka reiknað út hversu mikinn hluta af breytileikanum í sjávarhæðinni skýrist af þessum sjávarföllum. Og hér inni öll sjávarföll undir. Þannig að það svona hátt í 100%. Þannig að öll sjávarhæðin hún skýrist í rauninni af sjávarföllunum. Það vindur og loftþrýstingsbreytingar mjög lítill hluti. Það rauninni það sem ég að segja. Og við sjáum líka að fasinn aðeins stærri hérna fyrir inni í firðinum og það þýðir það að sjávarföllunum þeim seinkar aðeins miðað við það sem úti fyrir. En þá komum við að því hvernig getum við nota þetta til þess að segja að vatnsskiptin hafi ekki breyst. Þá hérna rauða línan, við eigum smá mælingar hérna við brúna fyrir þverun og það þessi strikalína hérna, þessi svarta. Og þessi rauða svo eitthvað sem við höfum bakreiknað okkur út frá sjávarföllunum í mælingunum sem við gerðum. Af því að sjávarföllin svona deterministísk, þú getur bara reiknað hvernig sjávarföllin verða í framtíðinni og þú getur líka að fara tilbaka. Og við sjáum að þetta nánast sama, það hefur nánast ekkert breyst eftir þverunin og frá því fyrir þverunina. En við höfum ekki áhuga á því sem að gerast fyrir utan kannski, heldur höfum við áhuga á því sem að gerast fyrir innan. Og hér sem sagt líkanið, það spáði fyrir það að þetta sem sagt fyrir þverunina, græna línan, bláa línan líkanið eftir þverunina og rauða línan eru sjávarföllin sem ég hef sem sagt bakreiknað til þessa tíma. Og við sjáum það að það hefur sára lítið, eða sem sagt mælingarnar sýna að sjávarföllin eins og líkanið spáði fyrir að það yrði. Og þá getum við sagt að vatnsskiptin nánast þau sömu fyrir og eftir þverunina. Ok, þá ætlum við að vinda okkur að næsta atriði. Og þá ætlum við að skoða aðeins straumana í firðinum af því að það skiptir líka máli hvernig sjórinn dreifist Kolgrafafjörðinn eftir. Og við mældum þetta svona sem sagt, hér straummælir, 1 metur frá botni og fyrir ofan hann svokallaður míkróköttur sem mælir hita, seltu og súrefni. Og út frá því hægt að leiða út ýmislegt. Þetta var nú ekki rólegur tími í Kolgrafafirði, það voru leyfðar veiðar og ýmislegt, þannig að þeir voru svolítið að krækja í lagnirnar okkar og færa þær til. Og þetta sýnir sem sagt dýpið á neðsta míkrókettinum á hverri lögn. Og við sjáum það að dýpið að breytast hér til dæmis, dýpkar snarlega. Og þetta sennilega vegna þess að þetta festist í veiðarfærum og var dregið eitthvað til. En við teljum að það hafi ekki verið dregið það mikið til að það hafi mikil áhrif á gögnin. Nú hér svo straumur og við getum að skoða hérna, það sem sagt C1, C2, C3, C4 og C5 hérna. Það sem sagt 2 í innri hlutanum, það þessi 2 hér. Og hér ytri hlutin, þetta vestasti mælirinn. Hann sem sagt í beinni línu frá brúnni og þar langmestur straumurinn. Þetta sem sagt meðalstraumur yfir allt tímabilið. 10 cm á sekundu inn fjörðinn. Og á hinum tveimur, C1 og C2 sem aðeins austar í firðinum, þar straumurinn út úr firðinum. Það að segja við erum ekki með þetta eins og var í líkaninu að straumurinn dreifist jafnt yfir þversnið fjarðarins. Heldur kemur svona púls inn vestan megin og svo útstreymið austan megin.
Og svo miklu rólegri straumur hérna inn í innri parti ferðanis, svona bara 1-2 sentimetrar á sekundu. Og þetta sýnir sem sagt tímaröð. Hér að vísu búið að taka út sjávarföllin og við sjáum hérna á C1 sem var austasti mælirinn, þar nánast alltaf útstreymi. Og það á líka við C2, við höldum að hann hreyfðist aðeins hérna í byrjun og við höldum hann hafi færst úr innflæðinu og yfir í útflæðið. Og svo hérna sem sagt C3 sem þá vestasti mælinni þar sem innflæðið og þið sjáu að það nánast alltaf innflæði. Og svo miklu rólegri straumur hérna í innri hlutanum og hann svona breytilegur hvort hann að fara inn eða út úr firðinum. En svo hérna klukkutíma meðaltöl af strauminum í innflæðinu og þá semst ekki búið að taka út sjávarföllin, þannig að við sjáum hérna stórstraumsflæði stundum sem fer upp yfir 70 sentimetra á sekundu sem mjög mikill straumshraði og þetta alveg dálítið langt frá brúnni, þannig að það gríðarlegur straumur þarna á þessum stað. Þannig að svona sem sagt hringrásin kemur inn hérna gegnum brúna og streymir hérna vestan megin og svo útflæðið aftur hinum megin. Þannig að það ekki sami sjórinn sem að koma inn sem svo að fara út aftur, heldur virkileg blöndun í firðinum. Og það svona smá skematísk mynd af þessu hérna, þetta sem sagt, hér mjög sterkur straumur og hann fer sennilega hérna yfir og svo fer hann út hérna og svo miklu svona hægari hringrás sem snýr öfugt hérna í innri parti ferðarins. Nú síðan ætlum við að kíkja aðeins á sem sagt hitastig, seltu og eðlisþyngd og súrefni frá þessum mikroköttum og hér sem sagt hitastigið og þetta sem sagt hitastig frá öllum þessum mælum. Við vorum með sem sagt 12 svona mikroketti og við sjáum það hitastigið það bara nánast að sama allstaðar, alltaf. Og svo hérna T4, þessi rauða lína hérna, það sem sagt yfirborðsmæling, 25 centimetrum undir yfirborðinu vestan megin í firðinum. Og við sjáum að það aðeins breytilegra þar og þar kólnar oft, allavega við veturinn hérna, þá kólnar yfirborðssjórinn oft meira heldur en niðri. Við munum að það neðsti mikrokötturinn hann var á efsti var á cirka 6 metra dýpi. Þannig að við vorum bara að mæla með mikroköttunum í rauninni dýpi sem meira en 6 metrar eða meira. Nú svipað má segja hérna seltuna að hún líka mjög svipuð yfir hérna á öllum mælum. Það svona smá frávik frá því en svona í það heila tekið þá það mjög svipað og seltan líka mjög svipuð yfir árið meðan að hitinn sýndi árstíðasveifluna. Og þetta sem sagt eðlisþyngdin og hún aðeins minni yfir sumarið og það náttúrulega vegna þess að þá sjórinn heitari og léttari og svo þyngist hann hérna yfir veturinn. En þá komum við að súrefninu og það sýnir nú að langmestan tíman þá súrefnið svona í kringum 70-80% mettað. En það hérna smá tíma veturinn og það var nú dálítið af síld þarna þennan vetur. Það var nú farnir einhverju leiðangrar og við mælstum meðaltali svona 67.000 tonn af síld í firðinum. Og kannski þetta sem sagt niðurstaðan af því og svo var náttúrulega líka fullt af dauðri síld í firðinum. Já, þetta árið eftir í rauninni, árið eftir síldardauðann. Nei, það var ekki til neitt þá. En
þó að við höfum sýnt það að þetta sé svipað, hitinn og seltan og það, þá samt lagskipting í firðinum þegar maður kemur upp fyrir, hér 8 metrar, alveg í yfirborðinu smá lagskipting og það náttúrulega smá ferskvatnsrennsli inn í fjörðinn og svo jú sjórinn fljótur að kólna þegar það kalt á veturna. En hvernig voru þá aðstæður þegar að þessi síldardauði varð? Við getum notað þetta til að bakreikna okkur, sjávarföllin til þess að bakreikna okkur í hvernig voru sjávarföllin þegar að þessi síldardauði varð. Og hér þessi tvær dagsetningar þegar varð vart við dauðan og við sjáum það í fyrra tilfellinu þá var stórstreymt, voru hámarks vatnsskipti undir brúna og seinna skiptið þá var það svona mitt á milli stórstreymis og smástreymis en kannski nær stórstreymi þannig að það voru líka í báðum þessum tilfellum voru vatnsskipti við fjörðin úti fyrir góð, mikil. Við vitum það. En það voru aðrir þættir sem höfðu áhrif á þetta líka og það eru veðurfræðilegi þættir og hér sýnt svokallað vindstress í Paskölum. Þetta eining fyrir þrýsting eða kraft á fermeter og þetta reiknað út frá vindinum og þetta í rauninni krafturinn sem virkar á hafflötinn. Og hér síldardauðinn varð hérna, þar sem svarta línan og við höfum teiknað vindinn 2,5 dögum áður en að vart varð við síldardauðan og svo líka hérna smá á eftir. Og hér þetta eru síldardauðarnir desember 2012 og febrúar 2013 en svo vorum við þarna líka desember 2013 og það græna kúrfan og þá mældum við það var mjög kalt þarna og þennan dag hérna þá myndaðist ís í firðinum og við horfðum á það gerast. Það myndaðist svona skæni í firðinum og hér aftur hitastig, þetta lofthiti við brúna þegar á sömu tímum og við sjáum það í bæði skiptin þar síldardauðinn var þá féll hitinn tiltölulega hratt og sérstaklega féll hann hratt hérna, þetta var náttúrulega ekki síldardauði en hann féll sérstaklega hratt hérna í desember 2013, fóru niður í -10 stig. Og þetta yfirborðshiti, T4 vestan í firðinum og T5 allavega T6 í innri hluta fjarðarins og ég held að T5 sé austan megin í firðinum. Og við sjáum það að þarna féll hitinn, þetta allt frá desember 2013, þetta kalda tímabil þá féll sjávarhitinn líka vel undir 0 gráður og það myndaðist ís og þetta nú sennilega eitt af þeim atriðum sem skipti kannski hvað mestu máli fyrir þennan síldardauða að það myndaðist ís og síldin gat ekki komist upp til þess að ná sér í loft í andrúmsloftinu og hún var ekki tilbúin í það. Þannig að bygging brúarinnar, hún hafði sennilega ekki teljandi áhrif á vatnsskiptin eða það eiginlega nánast víst, hún gerði það ekki. Og hún hafði sennilega lítil áhrif á þennan síldardauða. Það var svona röð óheppilegra aðstæðna sem var sennilega orsakinn af þessum dauða. Fyrsta lagi var náttúrulega mikið magna síld í firðinum, það var 300.000 tonn áður en að hún drafst og svo voru þessar stillur í nokkra daga fyrir síldardauðan og það var að vísa ekki alltaf síldardauði þó það væri stillur og þó það væri mikið að síld en þegar að
hitastigið féll vel niður fyrir frostmarkið þá ísinn ansi fljótur að myndast og þá útilokaði sennilega möguleika síldarinnar til þess að ná í súrefni úr andrúmsloftinu og þá var hann sennilega bara á seina að koma sér út. En svona af því það nú mikið talað að þvera firði hérna á Íslandi þá nú allt í lagi kannski aðeins að reyna að draga einhverja ályktanir af því hvernig á að standa að því. Og hérna hefði nú þurft að mæla strauma og aðrar aðstæður í firðinum áður en að þessi þverun var gerð. Og þá hefði verið hægt að sannreyna þetta líkan sem kom í ljós að það lýsti ekki aðstæðum í firðinum eftir þverunina. Þannig að þær væru í samræmi við mælingarnar sem gerðar voru. Og við vitum í rauninni ekkert hvernig var fyrir þverunina af því að það voru enga mælingar gerðar. Og þá hefði verið hægt að bera saman aðstæður fyrir og eftir þverunina og hafa meira kontról á því hvað í rauninni var að gerast þarna. Þetta var síðasta glæran. Takk fyrir. Við þökkum kærlega fyrir, mjög áhugaverðan fyrirlestur og það hafa eflaust einhverja spurningavakna, við höfum smá tíma. Ég held að Höskuldur sé fyrst. Ég ætla að biðja fólk að bera upp spurningu í mikrofónu, helst að kynna sig vegna upptöku. Já, Höskuldur hérna á Hafrannsóknastofnun. Ef þið horfið á þetta straumalíkan, þessa strauma sem kom þarna, inn öðrum meginn, út hinum meginn, þetta ekki nokkuð normalt fyrir svona firði? Segir þetta okkur ekki að það á að lágmarki að vera með brýr í sikkurum enda á fyllingunni? Það þegar kannski aðeins búið að rústa, gæti ekki hringrásin til dæmis hafa náð inn alveg undir Fjarðarbotn áður á meðan streymt út á öllu sniðinu. Og svo annað hefur ekki brúin áhrif á hvað sem gildir með þetta loft og hún hoppaðna upp til að anda. Hefur ekki brúin áhrif á flóttaleiðir. Þetta ekki smá straumur að undir oft. Jú, hún hefur örugglega áhrif á flóttaleiðina. Ég veit nú ekki alveg hvernig síldir hugsa en það náttúrulega miklu minna svæði til að fara út og miklu meiri straumur ábyggilega og erfiðar að synda á móti. Þannig að það getur alveg haft áhrif á þann hátt en það ómögulegt að þú þarft á að gera einhverjar athuganir á því hvernig ég held að það verður mjög erfitt að finna út úr því. Nema með einhverjum líkanareikningum þá, en það náttúrulega hægt að gera það. Svo þetta með að hafa 2 brýr, það myndi að sjálfsögðu kannski auðvelda hringstreymið, en það kom mér nú svolítið óvart hvað þetta var samt eindregið innstreymi vestan megin og svo dró sjóin út hinum megin. Það kom mér dálítið mikið óvart. Og þetta jú svona í fjörðum á Íslandi svolítið almennt en það eru kannski stærri firðir með breiðara minni að þá þekkjum við Corioliskraftinn sem að sveigir allt til hægri á norðurhveli og þá það sem sagt vestan megin þegar maður að fara inn en hann virkar nú bara ekki á svona litlum skala, ekki eins vel og til dæmis fyrir Breiðafjörðinn eða Eyjafjörðinn eða þetta það ég nú ekki viss að sé rétt en það hefur ekki verið mælt en þetta svona mjög víða í að innstreymi í firði sem sagt hægra megin þegar þú horfir í straumstefnuna og það Corioliskrafturinn sem að stjórnar því en hann þarf svolítið stóran skala til að virka. Hann virkar til dæmis ekki í baðkarinu heima hjá okkur. Þá hann ekki að virka. En að hafa svona 2 brýr, það myndi eflaust auðvelda eða semst gera hringrásinni lengri en það ekkert víst hún færi lengra inn af því að þá kemur líka dýpis pælingar í
inn í myndina því að dýpið minnkar eftir því sem við komum innar sérstaklega eftir að við sem sagt, komum inn í innri hluta fjarðarins. Þannig ég hugsa nú að straumurinn dýpið beini honum þarna yfir, austur yfir. Guðmundur og Hafró, takk fyrir skemmtilegt erindi. Það sem ég var að velta fyrir mér þið hafið ekki keyrt neitt þrívítt líkan þarna í þessu. Myndi það bæta ykkur við þekkinguna ykkar og raunar þekking okkar á hvernig þetta virkar þarna? Það sem ég er fyrst og fremst að spá hvað gerist þarna utan við brúna? Hvað verður mikið blöndun á sjónum sem kemur út? Og þar. Og sjóri sem kemur tilbaka, það sami sjórinn eða? Já, það góð spurning. Það var í rauninni ekkert athugað í þessu tilfelli en það náttúrulega alveg mjög valid spurning að spyrja að því og það eru sennilega meiri líkur á því þarna úti að sjórinn fari út áfram austan megin í firðinum og að koma inn nýr sjór vestan megin. Það finnst mér eðlilegt en það var ekki gerð nein spá það í þessu líkani. Og þið sáu það þarna að ég man nú ekki hvernig þetta leit út þarna hjá þeim. Við getum skoðað það aðeins hérna. Það ekkert að sjá, sko, hérna það bara leitar inn í brúna sínsmenni. Hérna það bara við hérna vestan megin, en það nú reyndar ekkert útstreymi á þessum myndum, þannig að það nú kannski ekki alveg að marka. En það náttúrulega í þessari skýrslu líka útstreymið, en ég held að það hafi verið mjög svipað en mér finnst nú líklegt að það sem fer út, það fari einhvern veginn svona hérna. En til þess þarf bara að mæla það. Þú veist ekkert í rauninni fyrir að þú mælir þetta hvernig það eins og kom nú í ljós hérna inni í firðinum að straumarnir eru bara öðruvísi heldur en líkanið sagði til og hvort að svona þrívítt líkan myndi bæta einhverju við. Ég ekkert alveg viss það að það myndi gera það. Það eru alls konar stöðlar sem að menn geta stillt af í þessum módelum og það svolítið hættulegt stundum að fikta of mikið í þeim þá getur þú fengið nánast það sem þú vilt. Ég hugsa að við bara látum þessu lokið núna, við erum að brenna á tíma, við þökkum aftur kærlega fyrir